Logi Már Einarsson, formaður Samfylkingarinnar og þingmaður Norðausturkjördæmis gestur í landsbyggðum. Byggðapólitík, komandi alþingiskosningar, viðbrögð við heimsfaraldri og fleiri stór mál eru á dagskránni. Logi, Samfylkingin 20 í byrjun maí, Samfylkingin má fara í ríkið. Já, nú Samfylkingin komin á þann aldur og hún má fara í ríkið. Samfylkingin þó hún sé 20 ára, sem ekki háraldur, þá þetta eldgamalt barn. Við eigum auðvitað rætur langt aftur, byrjun 20. aldarinnar. Margar hreyfingar sem hafa barist fyrir kjörum launafólks í landinu, sem runnu svo á endanum saman árið 2000 í eina stóra hreyfingu. Í afmælis ávarpi þínu til flokks fólks þá sagðist þú ég hlakka til að ræða augliti til auglitis við flokksfólk og ræða framtíðina. Það skammt í kosningar og til þess að öðlast völd og ná fram markmiðum sínum þá eitt lykilatriði að vera í ríkisstjórn. Það alveg rétt. Þar nærðu auðvitað mestum áhrifum. Hins vegar eru stjórnmál ekki spretthlaup, heldur langhlaup og það þarf þolinmæði og á sama tíma og það mikilvægt fyrir alla stjórnmálahreyfingar að komast til áhrifa og komast í ríkisstjórnir, þá má ákafinn eftir því ekki verða svo mikill að þú fórnir grundvallar hugsjónum þínum og stefnir langtíma ávinningi í voða og fari jafnvel 1-2 skref aftur á bak. Við teljum að við þær aðstæður sem eru núna uppi, bæði auðvitað gríðarlega erfið efnahagsmál í samtímanum og vegna þeirra lykilverkefna sem bíða okkur til lengri framtíðar, samfara aldursbreytingu þjóðarinnar, samfara nýrri tæknibyltingu og viðhorfum í samfélaginu, þá skipti stefna Samfylkingarinnar miklu máli, skipti máli að hafa hann í ríkisstjórn og við erum býsna bjartsýn á það að okkur takist að vinna saman með öflum frá miðju til vinstri að því að mynda framfara sinna stjórn að loknum næstu kosningum. Þú ert arkitekt og talar mjög gjarnan myndlíkingamál í þínu afmælis ávarpi þá líkir þú Samfylkingunni við fljót sem að margar kvíslir renna í. Samfylkingin nógu straumhart fljót út núna í kringum 15% en ég man að þið tölum upp í 30%? Já, sannarlega hefur Samfylkingin verið straumharðari á og hún mun vaksa líka eins og ár geta gjarnan gert á Íslandi, svona árstíðabundið. Við auðvitað getum ekki alveg borið okkur saman kannski við þær tölur sem voru hæstar hjá okkur, einfaldlega vegna þess að flokkakerfi hefur breyst. Þáttaka fólks í stjórnmálum með öðrum hætti en það var. Möguleiki fólks til þess að hafa áhrif, allt annað. En ég hef líka sagt að þó að markmiðið í upphafi hafi verið að stofna einn stóran flokk sem væri burðarafl og þyrfti kannski einn flokk með sér í ríkisstjórn, að þá getum við náð býsna miklum árangri líka í samstarfi við flokka sem að hugsa líkt og við og þeir eru til staðar í íslenskri pólitík og ég held að við munum bara stefna á því að mynda ríkisstjórn með slíkum flokkum. En það kvíslar sem að renna í Samfylkingafljótið, hafa þær verið of gjarnar á að skapa ágreining sín í milli? Já, það einfaldlega skemmtilegra að vera í félagsskap þar sem að svona breidd hugmynda mikil, jafnvel þó það leiði til ágreinings annars lagið, aðalatriðið að við séum sammála markmiðið og hvert við ætlum. Það gott ef við getum svo málefnilega tekist á leiðir að því. Þessar kvíslar sem ég nefndi eru gamli alþýðuflokkurinn sem var þinglegur armur Alþýðusambandsins, Alþýðubandalagið sem var vinstri sinnaður flokkur á móti hernum, kvenfrelsishreyfing eins og kvennalistinn sem að hefur alltaf verið mjög svona sterkt afl innan okkar flokks og svo auðvitað svona fólk sem var kannski landlausara í vinstri pólitíkinni sem vann með Jóhönnu Sigurðardóttur í Þjóðvaka. En ég nefni ekki aðrar kvíslar sem að koma og fara
og eru hluti af okkar hreyfingu og verða, vonandi. Mér sýndist samkvæmt nýrri skoðanakönnun sem að gerð var núna bara í þessum mánuði að svona hlutfallslegt fylgi samfylkingarnar það mest á höfuðborgarsvæðinu. Já, samfylkingin hefur í fyrsta lagi á þessu kjörtímabili sem að mikilvægt fessi í sessi sem næst stærsta stjórnmálaafl landsins. Það má leiða líkum að því að sá vöxtur sem hefur verið hjá okkur frá hörmungarkosningunum 2016 hafi bæði verið aukið fylgi út allt land en ekki síður að það sé að koma tilbaka aftur fylgi sem við áttum mjög sterkt í svona stærri byggðakjörnum landsins. Þú ert svona núna að ljúka þínu fyrsta kjörtímabili og ert orðin formaður flokksins. Það í raun og veru bara örstutt í næstu alþingiskosningar. Á hvaða mið ætlar þú sérstaklega að róa? Já, í fyrsta lagi þá ég nú reyndar á öðru kjörtímabilinu vegna þess að það var svo stutt fyrsta kjörtímabili. Þannig ég að fara með þriðja en hef ekki mikla reynslu svona í landsmálapólitíkinni í tíma. Samfylkingin mun auðvitað róa á sömu mið og hún hefur alltaf gert. Tryggja það að hér á landi sé mikill jöfnuður sem forsenda fyrir friðsamlegu, kraftmiklu og heilbrigðu samfélagi. Þannig að samfylkingin mun leggja mikið í sölurnar að við komumst út af þessari kreppu án þess að ójöfnuður aukist og að við getum svo stefnt í framtíðinni að meiri jöfnuðu í landinu. Samfylkingin líka mjög meðvituð það að við erum á þessum krossgötum sem ég nefndi áðan, þar sem við þurfum að fara að taka mjög svona stórar og djarfar ákvarðanir. Þær snúast ekki síst að því hvers konar samfélag við ætlum að verða. Við höfum lært það á þessari stuttu kreppu sem nú samfara baráttunum við veirunni að grunnþjónustan okkar skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Við höfum líka lært það af henni og hörðum vetri að grunninnviður okkar ekki nógu góðir. Fólk út allt land, það getur ekki einu sinni verið öruggt með að hafa fjarskipti og rafmagn í lagi. Við höfum líka lært það að atvinnuvegir okkar eru of fábreyttir. Við eigum vissulega mjög sterkar stoðir sem við þurfum að hlúa að, sem sjávarútvegur, matvælaframleiðsla, landbúnaður og svo ferðaþjónusta. En það að vera með fáar greinar og jafnvel eina svo stóra sem ferðaþjónustan hefur verið, sem hlutfall af landsframleiðslu, hefur gert okkur viðkvæmari fyrir áföllum af þessu tagi. Þannig að samtímis sem við verðum að halda þessum greinum stöðugum og sterkum áfram, þá verðum við að fara að byggja undir nýjar stoðir. Við þurfum að fara að byggja undir nýsköpun og atvinnugreinar sem byggja meira á hugviti en ekki bara fullvinnslu grunn náttúruauðlinda. Þannig að við munum alveg örugglega boða átak og stórsókn í menntamálum til þess að Ísland sem svona landfræðilega langt frá öðrum löndum sem að hefur fáar hendur til þess að leggja til framleiðslunar, að það færi sig yfir meira í greinar sem eru óháðar staðsetningu og óháðar fjölda handa. Það að segja að framleiðsla sem byggir á nýrri tækni, ég tala nú ekki stafrænni vöru, hún að mörguleyti henturi fyrir litla fámenna þjóð. Það ekki neitt kolefniskostnaður við það að fara með vöruna til útlanda. Það tekur ekki langan tíma og við getum í rauninni framleitt nánast endalaust magn af vörunni án þess að vera háð fjölda fólks. Þú hefur útilokað Sjálfstæðisflokkinn sem samstarfsflokk, gerði það í síðustu kosningum. Stendur það enn? Ég hef sagt það að forsenda fyrir stjórnarsamstarfi Samfylkingarinnar að hér verði mynduð félagshyggjustjórn sem að verður mynduð öryggi fólks frá vöggu til grafar, kraftmikið atvinnulíf vissulega,
en líka örugga grunnþjónustu allt frá leikskólastigi og að öldrunarþjónustu. Ég hef líka talað um það að við getum ekki leyft okkur að skipta gæðunum með svona ósanngjörnum hætti sem við höfum gert. Þá á ég ekki bara við launajöfnuð. Hér ríkir sem betur fyrir mikill launajöfnur með við margar aðra þjóðir. Hins vegar erum við að horfa upp á að auðurinn sífellt að færast á færri og færri hendur og svo ýmis annar ójöfnuður sem yfirleitt ekki ræddur. Til dæmis hef ég nefnt að einstaklingur sem 20 ára gamall og hefur ekki langskólamenntun, hann getur vænst þess að lifa 5 árum styttur en sá sem með háskólamenntun. Við sjáum það í PISA-rannsóknum að börn frá efnaminni heimilum og börn innflytjenda, þau flosna frekar út úr skóla og svo að því að við sitjum hér í þætti sem heita landsbyggðir að þá þekkjum við bara þennan alþjóðlega vanda sem vegna byggðar ójöfnuðar. Að börn og fólk á landsbyggðinni það getur síður vænst þess að eiga góða heilbrigðisþjónustu, geta sótt menntun, svo í talinu ekki bara svona hluti eins og rafmagn, vegi, fjarskipti sem ættu auðvitað að vera sjálfstæði grunnviður. Þannig ég held að næsta ríkisstjórn verði að vera mynduð það að jafna gæðum í samfélaginu og til þess þarf einfaldlega stjórn frá miðju til vinstri og sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn ekki valkosti fyrir okkur í augnablikinu. Þannig það kemur ekki til greina að mynda ríkisstjórn þá með sjálfstæðisflokki eða miðflokki? Ég hef sagt að ég vilji mynda ríkisstjórn með hinum flokkunum. Og alls ekki sjálfstæðisflokk og miðflokk? Nei, þeir þurfa þá að leggja alveg sína stefnu til þess að það verði mögulegt. Þetta snýst ekki það að þessir flokkar eigi ekki að hafa tilverugrundvöll. Þeir byggja bara á allt öðrum hugsjónum heldur en við. Og ef að þú vilt fara í ferðalag til Evrópu en sá sem að langar að ferðast með þér vill fara til Ameríku og það kemst engin niðurstaða í það mál, þá miklu betra að þið fari bara hver í sínu lagi. Umræðan í þinginu á næsta vetur, hún verður án efa mun harðari heldur hún í dag. Þegar þú svona horfir yfir sviðið, finnst þér svona pólitísk umræða einkennast of af skotgrafarhernaði? Mér hefur ekki fundist það núna í þessum faraldri. Einfaldlega vegna þess að þegar þessi kreppa skellur á okkur, þá sameinast þjóðin í rauninni að vinna bug á helvítis veirunni. Stjórnarandstaðan mætti málefnaleg til leiks hvað það varðar að við vorum ekki að benda á ríkisstjórnina að segja þetta ykkur að kenna. Það hefði verið fáránlegt. Þvert á móti sögðum við viljum leggja að mörkum og við höfum reynt að vinna inn í þinginu eins málefnalega við getum. Hins vegar get ég gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir að hafa ekki tekið útrétta hönd okkar og unnið þetta meira í samvinnu við okkur. Vegna þess að það alveg ljóst að þó að við ráðum bug á baráttunni gegn veirunni, þá munu efnahagsafleiðingar hennar elta okkur inn í langa framtíð. Og það einfaldlega bara betra að svo erfiðar, flóknar aðgerðir sem verið að ráðast í sé sem breiðustu samhljómur. Ég held að næsti vetur muni þess vegna bæði einkennast af töluverðum átökum þær aðgerðir sem við ráðist verður í og þá leið sem við viljum fara til framtíðar. En ég held að hann muni jafnvel vera á málefnalegum nótum vegna þess að við þurfum að komast út úr þessu saman. Skotgrafahernaður eða ekki skotgrafahernaður, ég held að það sé heilbrigt í opnu lýðræðislegu samfélagi að ólík sjónarmið takist hart á. Það getur gert án þess að umræðan sé meiðandi, án þess að hún sé málefna rýr og án þess að hún sé í rauninni óforskömmuð. En ég held að svona heiðaleg rifrildi leiðir til þess að skapa betri lífskjör fyrir almenning sé alltaf að finna góða fyrir okkur öll. En maður sér það nú svona af og til alltaf í umræðunni að stjórnarandstaðan hún sé frekar slöpp og bitlaus.
Ég held að stjórnarandstaðan sé ekkert slöpp. Ég held að það sé rétt að stjórnarandstaðan öðruvísi sem hún hefur verið. Einfallega vegna þess að ríkisstjórnin öðruvísi en við höfum vanist. Það nú einu sinni þannig að það ríkisstjórnin sem að velur sér saman og í þessu tilfelli voru það flokkur langt til vinstri, flokkur svona hægra megin við miðju og svo hægri flokkur sem ákveða velja sér saman og þá það bara einfallega deginum ljósara að þeir flokkar sem eftir, þeir eru líka mjög víða á litrófinu og það ekkert launungamál og ég held að ég móðgi ekki formann Miðflokksins neitt þó ég segi að Samfylkingin og Miðflokkurinn eiga lítið sameiginlegt og deila ekki grundvallar hugmyndum. Við höfum starfað ágætlega saman núna, allir stjórnarandstöðuflokkarnir í þessari kreppu sem við erum nú að takast á en ég held að sé útilokað að þessir flokkar tveir til dæmis eigi eftir að vinna saman í ríkisstjórn. Til þess þeir einfaldlega ólíkir. Þú ert ekki bara formaður Samfylkingarinnar, þú ert líka þingmaður norðaustur kjördæmis. Okkur Íslendingum fjölgar en hlutfallslega fjölgunin langmest á höfuðborgarsvæðinu þar sem að Samfylkingin sækir aðalega sitt fylgi. Þetta ásættanlegt í þínu kjördæmi norðaustur bara stöðnun? Nei, ég held að í fyrsta lagi vil ég nú taka fram að ég líti á mig sem þingmann alls landsins. Þó ég bjóði mig fram og gæti auðvitað líka hagsmuna norðaustur kjördæmis. En nei, eins og ég nefndi áðan, þá þetta alþjóðleg þróun, þessi byggðaröskun sem þar sem að fólk flytur úr sveitum yfir til borga og ég held að við getum álitið að 2050 verið 70% allra íbúa heimsins í borgum en ekki sveitum. Það gríðarleg breyting á 150 árum. Við erum löngu búin að ná þessari þróun á Íslandi. Hér í rauninni meiri samþjöppun fólks á einum stað heldur en í flestum ríkjum. Ég held að þú getur nefnt einhver 4 ríki eins og Panama, Kúveit, Djibouti og Mongóliu. Þar sem að 70% þjóðarinnar staðsett á milli hvítar og hvítár. Og þetta auðvitað hefur í för með sér svona ákveðin vandamál. Borgir eru hins vegar mjög merkilega maskínur og eru auðvitað drifkraftur framfara þróunar og geta leikið lykil hlutverk líka þegar að kemur að aðgerðum gegn loftslagsbreytingum. Þannig að á sama tíma og við þurfum að standa vörð landsbyggðirnar, fjölbreytni þeirra og gæði okkar sem að kjósum að búa þar, þá eru líka sóknarfæri í því að ráðast í uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu. Ég nefni til dæmis borgarlínu og eflingu almenningssamgangna og þéttingu byggðar. Það þjónar okkur öllum á endanum og almennt það þannig og ég lít þannig á að við ættum að geta náð samhljómi höfuðborgarsvæðið og landsbyggðirnar framfarir fyrir okkur öll. Fyrir landsbyggðirnar skiptir það langmestu máli að hér séu grunninnviðir góðir. Hér séu góðar samgöngur, raforka sé af nægu magni, góð fjarskipti og síðan getum við búið við öryggi sem samfara góðri heilbrigðis- og menntaþjónustu. Þetta okkar lykilatriði. Og ég held að svæði eins og við erum stödd á hér, bæði á Norðurlandi og Austurlandi, eigi sér góða framtíð ef við hugum að þessu, en hins vegar þá það algjörlega deginum ljósara að það þarf mjög vandlega að skoða hverju sinni þegar að ráðist í svona gríðarlega stórar almennar aðgerðir eins og nú eru í uppsiglingu samfara COVID, að það sé horft á þeim hætti að þær gagnist líka dreifbýlinu og minni stöðum út á landi. Og það þarf þess vegna eins og einhverjir myndu segja að horfa á þessa hluti líka með byggðasjónarmiðum. Það þarf að horfa á þetta með jafnréttissjónarmiðum, það þarf að horfa á þetta með sjónarmiðum hvernig þetta fellur milli kynslóða, en það þarf líka að horfa á þetta hvernig þetta fellur gagnvart öllu landinu. Í þínum heimabæ Akureyri þar sem að flesti segja allt til alls, en þar fjölgar ekkert. Nei, það fjölgar ólítið á Akureyri og það ótrúlega mikilvægt að við einhvern veginn reynum að snúa því við
Og ég held að það snúi ekki bara að ríkisvaldinu, ég held að sveitafélagið og íbúarnir geti líka svona lagt meira mörkum. Ég held að ríkið geti komið miklu myndarlegar að þegar það kemur til dæmis að samgöngum. Það getur vel verið að einn okkar styrkleiki í ferðaþjónustu eftir að þetta hefur riðið yfir sé að það verið fleiri og fleiri túristar sem að vilja sækja í fjölbreytnina og fámennið. Þannig að ég held að uppbygging Akureyrarflugvallar sé algjört lykilatriði þarna. En síðast en ekki síst þá hefur líka þessi harði vetur kennt okkur það að þessi miðstýring, miðþróun heilbrigðisþjónustu á landinu, hún er kannski ekki svo rétta. Við eigum að efla styrkari einingar allt land til þess að skapa okkur þann möguleika að búa við öryggi en geta sótt heilbrigðisþjónustu nær okkur. Þú talar þessa stóru ákvarðanir sem að eru þeir að taka núna þessi misserin í kjölfar heimsfaraldursins og mikilvægi þess að byggðagleraugun séu uppi. En svona í gegnum tíðina þetta sjónarmið að verða sterkara og eru byggðagleraugun oftar uppi eða kannski í færri tilvikum? Já, ég held að við séum svona ákveðnu vatnaskilum hvað þetta varðar og ég tek það nú fram að mér finnst á engan hátt hægt að segja að þingmenn Reykjavíkur kjördæmanna eða Suðvesturs kjördæmis séu með minni skilning á þessum hlutum heldur en við hin. Ég held að fólk séu ofta tefla upp hlutunum á einfaldri hátt heldur en þeir eru. Við erum auðvitað fyrst og fremst öll þingmenn landsins og við þurfum að ræða okkur til sáttar í þessu. Ég held að fleiri og fleiri séu að átta sig á því að byggðarójöfnuðurinn, hann er ekki eingöngu vandamál landsbyggðanna, heldur þetta líka skapast erfiðleikar á sjálfu höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég held að það sé betri tími nú en oft áður til að við getum náð einhverju svona stóru sátt eflingu alls landsins. Það eru mikla tækni framfarir í farvatninu sem að geta bitnað á landsbyggðunum, þessum fámennari stöðum. Hvar blikka gulu ljósin og hvar eru sóknarfærin? Já, ég held að það liggi ekki síður sóknarfæri í tæknibyltingunni fyrir landsbyggðina heldur en hættur. Það þarf eins og að skilgreina hvoru tveggja. Ég held til dæmis að sá möguleiki að einstaklingur og ung fjölskylda getur valið að flytja og búa í Mývatnssveit eða Vestfjörðum og vinna við framleiðslu í Reykjavík eða öllum heiminum skapi alveg einstaka stöðu. Þannig að ég held að tæknibyltingin geti skapað Íslendingum ótrúlega tækifæri ef við nýtum það, skilgreinum það rétt. Á sama hátt og ég nefndi að hún getur skapað Íslandi öllu gríðarlega mikla möguleika gagnvart umheiminum. Af því að Akureyri og Reykjavík er ekki bæir sem eru í samkeppni við hvern annan. Þetta eru þéttbýlisstaðir sem eru í samkeppni við allan umheimin. Við þurfum að fá lækna, velmenntaða kennara, alls konar sérfræðinga til þess að veðja á að starfa og vinna hér á Akureyri til dæmis og til þess þarf allt að vera til staðar fyrir fjölskyldu. Þú þarft að geta haft góða vinnu, þú þarft að geta búið börnunum gott tónlistarnám og íþróttir og tónstundir. Þú þarft að geta sótt menningu og listir og þú vilt geta farið út og borðað á veitingastað, en þú vilt líka geta ferðast einu sinni á ári til útlanda með lítilli fyrirhöfn. Þannig að ég held að við séum nú öll hér á Íslandi í þeirri stöðu að við þurfum að hugsa samkeppnisstöðu landsins gagnvart útlöndum í staðinn fyrir að eyða púðrinu í að rífast okkar á milli. En þessi nýja tæknibylting, hún getur ekki síst skapa okkur nefnilega ótrúlega möguleika. Hún getur aukið framleiðni sem er nauðsynleg til þess að takast á við aldursbreytingu þjóðarinnar. Hún getur minnkað sótspor okkar sem er nauðsynleg til að takast á við loftslagsógnirnar og við gætum nýtt þessa nýju tækni til þess að dreifa gæðunum jafnar, og minnkað fátækt hér innanland vissulega,
en það er ekki síður mikilvægt að við séum það stór, að við horfum á því að það er mjög brýnt vandamál og mjög mikilvægt að við eyðum fátækt í heiminum öllum, af því að það er svo að endanum forsenda fyrir því að veröldin lifi öll saman í friði. Logi, þegar þú kaust í fyrsta sinn til Alþingis, þá kaustu Steingrím J. Já. Hann er ennþá á þingi. Já. Hversu lengi ætlar þú að sitja á þingi fáir þú til þess umboð? Já, það er rétt að 1983 minni mig hafi ég kosið fyrst til Alþingis og þá kaus ég Steingrím J. Sigfússon. Þá var ég svona hallastun undir Alþýðubandalagið, ég hef alltaf verið vinstrisinnaður. Ég taldi hins vegar að þegar að Samfylkingin var stofnuð og Alþýðubandalagið, Alþýðuflokkur, Kvennalisti og Þjóðvæki gengu inn í þá hreyfingu, þá var það náttúrulegu farvegur fyrir mig og það skildu leiðir með okkur Steingrími í flokkum. Steingrímur er búinn að vera í 37 eða 8 ár, ég er 3. Þetta verður nú bara svona, held ég, hnífjöfn glíma hvor okkar mun hætta fyrr, líklega. Ég er búinn að ákveða það að minnstakosti að sækjast eftir því að sitja næsta kjörtímabil, þannig að ég mun fara í framboð aftur ef ég er valinn til þess á flokknum mínum. Á Norðurlandi eystra? Já. Það kemur ekki til greina annars staðar að bjóða fram. En hversu lengi á þingmaður að sitja svona almennt? Ég held að hver og einn verði að gera það upp við sig. Ég hef sagt að það er að mörguleyti ágætt að þingmenn sitji nógu lengi til þess að þeir öðlist reynslu og læri þetta starf jafn vel og fólk þarf bara almennt að gera þegar það fer í nýja vinnu. Ég held hins vegar að fólk verði að passa sig á að lifa ekki sjálft sig og yfirgefa senuna áður en að það er orðið kannski úrelt og farið að vera dragbítur á samfélagið. Ég er svo heppinn að vera í hreyfingu sem er með mjög stóra og öfluga grasrót, mikið af fólki sem langar í framboð og vill leggja gott til samfélagsins. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að ég ílengist of lengi áður en einhverju fara að ýta á mig og taka sviðið fyrir mig. Og ég fagna því að ég lít á það þannig að í augnablikinu sé ég kyndilberi stefnunar, en ég bara er algjörlega óhræddur vegna þess að ég veit að það er fullt af fólki sem er reiðubúið til að taka við því kefli og halda áfram. Logi Már Einarsson, formaður Samfylkingarinnar. Þakka þér fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.